Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þátt samstöðuverinnar sem við reynum að halda úti hér annan hvern sunnudag. Við erum stundum með fjölmennt hér við borðið, líflega umræðu ýmislegt sem viðkemur þessari snjöllu hugar íþrótt, Bridge-inum, spili allra spila eins og við segjum stundum. En það kemur líka fyrir að við erum bara með einn gest og það háttar þannig til í dag að mér langar að rekja garnirnar úr framkvæmdastjóra Bridge-sambands Íslands, fá að vita hvað það er sem hann brennur fyrir, af hverju hann gegnir þessu starfi og svona fá að vita eitthvað stöðuna eins og hún er út frá sjónarhóli framkvæmdastjórans í dag og horfurnar. En ég held að sé nú bara mál manna að án þessa framkvæmdastjóra gætu við verið í mun verri málum með stöðu Bridge-ins á Íslandi að nella. Hann hefur þessi framkvæmdastjóri notið mikillar velvildar Bridge-spilara og hefur unnið fyrir því, segi ég. En velkomin hér í Bridge-þáttinn Matthías Emsland. Já, takk hérlega fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara gaman að fá þig, sko. Það er maður heyrir stundum að ég nefndi áðan að orðið á götunni er að þú hafi verið hárréttur maður á réttum stað þegar þú söðlaðir og varst framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands. Hvað er langt síðan? Já, það eru komin, fjögur ár núna bráðum. Já. Já, allir það ekki, þetta er fljótt að líða. Einmitt. Þetta er fljótt að líða, sko. Það er svo gaman að spila Bridge að tíminn alveg flýgur. En hvað varst að hugsa þegar þú tókst það skref? Sko, það er þannig að ég náttúrulega var, sérstaklega á yngri árum, var ég mikill Bridge-ari. Og ég var að spila Bridge á Laugarvatni, var einn af formönnum Bridge-félags menntaskólans á Laugarvatni, lærði Bridge þar og hafði mjög gaman að því. Já. Og svo þegar ég fer í háskóla og framhaldsnám og þá svona dreg ég úr þessu og dett síðan upp fyrir, en var alltaf svona að spila á einstaka mótum og spila mikið heima og þótti þetta alveg ákaflega gaman. Svo náttúrulega kemur þarna auglýsing, það sem er verið að auglýsa eftir framkvæmdastjóra Bridge-sambands og akkurat á þeim tímapunkti sem svona manni sjálfur langaði svona kannski að breyta aðeins takt í lífinu, gera eitthvað meira gefandi og uppbyggjandi og einhvern veginn leit ég bara á þetta sem eitthvað svona signal að þetta væri eitthvað sem væri fyrir mig og ég náttúrulega hafði verið inn á spjallinu, Bridge-spjallinu og ég var með fullt af hugmyndum hvernig við getum kannski stíð upp og hafði alveg óbúlandi trú á þessu spili, svoleiðis að ég lét vaða og sótti svoleiðis að þetta kom svona til. En það lítur nú að hafa verið eitthvað svona fleira en það sem þú segir hér. Varstu búin að fylgjast með, sko, ég hef ekki bara að segja það á mannamáli, svona hnignun þessa Bridge-samfélags? Sko, að einhverju leyti var það náttúrulega þannig, en það er sko, Bridge er náttúrulega kannski bara svipað og aðrar vörur eða aðrir svona kannski þjónustu póstar eða eitthvað svoleiðis. Þú verður að hafa trú á því sem þú ert að vinna með. Og ég var alveg viss það að þetta væri, Bridge er bara eitthvað sem hentar svo vel og þetta er frábær leikur og frábær íþrótt og gefandi og svoleiðis að jú, þetta hafði maður kannski tekið eftir einhverju neikvæð umræðu en ég var bara algjörlega viss það að það var hægt að snúa þessu við og ég hef óbilandi trú á spilinu. Þetta er svo vel heppnað spil sem nýtist bæði í leik og starfi og svoleiðis að jú, þetta var það eina af ástæðunum, sko, að maður sá þarna þessi tækifæri og maður vildi kannski gefa eitthvað af sér í það. Já, þér kannski líður best þegar þú mætir svona ögrandi verkefni eins og þetta sannarlega var, held ég. Sko, já og nei, sko, það er þannig að ég allavega vissi það og veit það ennþá að þetta er
það svo mikil tækifæri í þessu. Og ég veit það alveg bara þeir sem spila bridge eða hafa lært bridge, en þykir að frábær skemmtun. Svoleiðis að það hefur ekkert breyst í því. Nei. Og það það sem maður horfir á, sko, bara hvernig hægt að halda því starfi áfram og efla það og svona vekja gamla bridgeara aftur til lífsins, fá áfram ungt fólk til að koma og læra og það hefur verið að ganga ágætlega og auðvitað eru áfram stórar áskoranir en eins og ég segi, sko, maður hefur óbeinandi trú á spilinu og í raun og veru hvað það getur gert mikið fyrir fólk. Já. Og ólíka aldurshópa. Já, og kannski á ólíkan hátt, sko. Maður sér það til dæmis í dagspilamennskunni, það sem eldri borgararnir eru að spila og það orðið mjög mikil aukning í eldri borgaraspilamennsku og þar fólk að koma og þar þetta svo félagslegt og þar heldur þetta fólki á tánum, þetta góð æfing fyrir hugan, svoleiðis að það fólk því finnst þetta bara, sko, lýðheilsumál að spila bridge. Já. Og unga fólkið, það eru líka dæmi ungt fólk sem að kannski samsamar sér ekki við aðrar íþróttir en alveg, sko, bara steinliggur einhvern veginn þarna, sko. Já, sko, það þannig að í bridgeinu að því það eru svona ákveðnar borðreglur sem þú ferð eftir og þá hefur maður séð það, sko, bæði þeir sem eru svona sterkir út á við og leika svona á alls oddi, sko, þetta hentar þeim, koma þarna og falli þessar reglur og geta verið svona eins og kannski þeir eru að eðlisfari. Extrovertar? Akkurat, sko. Og svo eins og þeir sem eru introvertar að þeir koma líka að borðinu og það gilda áfram þessar borðreglur svo þeir detta í raun og veru þessi borðsamskipti sem eru fyrirfram ákveðin sem svo gott fyrir þá til dæmis sem eru introvertar. Svoleiðis að þetta hentar nefnilega bæði þeim sem eru svona tilbaka og þeim sem eru alls ekki tilbaka. Nei, það alveg rétt. Og þetta ekki, sko, einhöm náttúra á meðal bridgespilara, eðli þeirra og karakter mjög ólíkur, sko. Já, sko, það bara þannig og maður sér það, sko, að svona fólk sem kannski ekki drosalega sterkt félagslega að þegar mætir og setur við borðið þá allt í einu það orðið allt öðruvísi og það orðið bara hluti af einhverju heild og hluti af einhverju félagslegu samfélagi svoleiðis að það bara nákvæmlega þannig, sko. Og þetta traust og þessi þroski sem að eiginlega mjög æskilegt að byggjast upp með þessu sambandi sem þú hefur við þinn makker, svona þetta hjónaband eins og við stundum kallaða makkerskapinn. Já, og það náttúrulega við sjáum það, sko, eins og við höfum svo oft rætt að fólk kannski í svo mismunandi forsendum. Náttúrulega stæðsti hlutin af þeim sem að spila að gera þetta þeir að spila með fjölskyldumeðlum, makanum sínum eða vinu sínum og þetta bara svona fastur hluti af tilverunni að mæta og spila. Af því þetta bara svo skemmtilegt og þú ert að hitta félagana. En svo eru aðrir eins og þú segir, það sem menn eru í makkerskap sem þeir eru búin að leggja mikla vinnu í hvað allt þýðir og allt svoleiðis og þá þetta traust svo mikilvægt að makkerðin verður að treysta því að þú hafi farið eftir því sem þið voru búin að ákveða, sért nú ekki að fara eitthvað aðeins út af brautinni og þá fer hann út af brautinni og þá fer traustið dálítið, sko, bara eins og í öðrum svona félagslegum samskiptum þegar tveir eru leið og annar fer út af brautinni þá missir hinn kannski traustið og svo fer allt í skrúuna en þetta eins og þú segir, þetta traust gríðarlega mikilvægt, sérstaklega hjá þessum spilurum sem að leggja mjög mikla vinnu í þetta. En það eru náttúrulega ekki allir þannig, stærsti hluturinn bara náttúrulega að gera þetta til að hafa gaman. Já. Sko, það nefnilega fínt að bera saman skák og bridge oft og til dæmis þá vitum við mörg að þá getur telt skák þér til gamans þóttu bara rétt aðeins kunnir mannganginn. Og þú getur þá fundið kannski á internetinu bara aðra byrjendur við hæfi og sem spila, sem eru líka finnur þér andstæðinga við hæfi eða keppinaut eða hvað maður á að segja
en svo getur náttúrulega kafað endalaust djúpt í heim skákarinnar og hvað þetta varðar eru þessar tvær hugaríþróttir alveg eins það eru sko, en það er hérna smá hindrun í upphafi sem er þetta sakkkerfi og hérna þeir sem ná að komast yfir hana ekkert stöðar þá. Nei, það er nákvæmlega svoleiðis sakkkerfið sjálft, grunnurinn á sakkkerfinu er náttúrulega mjög einfaldur í sjálfu sér sko. Þetta er svona bara svipað og vist kani og svona aðeins flóknara sko, en þeir sem eru að læra í rauninu veru sko varðandi þessar sagnir sko að fólk er mjög fljótt að læra það. Svoleiðis að þetta er bara eins og með mannganginn í skák sko. Það fær agaða kerfisbundna og góða kennslu. Ég er til ömurlegu bridge-kennari. Ég hef reynt að kenna sambýliskonum mínum áður og konunum minni í dag og einhverjum börnum bridge og ég segi kannski ekki þessi ömurlegu kennari en hérna það er eitthvað sem maður næri ekki alveg í gegn. Já, sko, en er það ekki bara eins og með allt annað í lífinu sko að hérna menn sem kunni eitthvað mjög vel er ekkert endilega þeir sem eru bestir að miðla því frá sér. Nei. Og það er kannski einhverjir aðrir sem eru bara góðir að miðla en eru ekkert endilega jafn góðir í spilinu en eru bara betri í að svona útskýra og fá fólk til að skilja og kannski átta þeir aðalega sem betur á því sko hvað fólk er að leita eftir sko. Svoleiðis að ég set nú ekkert sama sem merki endilega þarna sko þannig að þetta sé flókið sko en frekar þetta sko að fólk er kannski bara mismunandi gott að miðla. Já, einmitt. Sko eins og ég man bridge-lífið ég byrjaði að spila keppnisbridge skömmu svona einhverju viti í aðeins 85 þegar Kobbi Kristins bað mig að vera makkar í einhverjum mótum fyrir norðan, þá var ég í menntaskólanum. Svo kemur held ég 6 ára pása og svo verða Íslendingar heimsmeistarar í bridge og það virkaði mjög örvandi fyrir mig og þá fer ég að keppa og þá sko það er rosaleg umfjöllun bridge, fjölmiðlar eru bara alltaf að fjalla bridge, klúbbarnir eru fullir af svo góðum spilurum að þeir vildu helst ekkert fá nýliða sko sem kunni ekki neitt. Ég man hérna fyrstu mótin mín í BR sem sumir segja hafi verið sterkasti bridge-klúbbur í heimi á þeim tíma og ég er ekkert frá því að svo hafi verið. Þeir voru ekkert að biðja mann að koma aftur þegar þeir sáu maður kunni ekki neitt. og hérna þetta var svona gullöld bridgesins. Síðan finnur maður hvernig þetta skreppur saman, hvernig stemningin verður minni og minni, hvernig fjölmiðla umfjöllun verður minni og minni. Við náðum ekki alveg að fylgja eftir svona þessum árangri á heimsvísu sem að við höfum náð, eðlilega ekki, þetta var náttúrulega bara einstætt afrek að verða heimsmeistarar 91 en þetta var svolítið mikið á forsendum svona bestu spilarana og það fækkar alltaf yfir hreyfingunni en mér finnst að sko frá með þínum tíma þá er hugað mjög vel að öllum hinum sem eru ekki endilega í hópi þeirra albestu og svona og maður og þessum félagslegu þáttum í þinni tíð hefur verið blásið til gríðarlegs átaks í að kenna bridge, skólinn, námskeiðin það hefur alveg blómstrað sko. Þú hefur séð það þegar þú hófst störf að einingin yrði ekki sjálfbær til framtíðar nema að það yrði aukin áhersla lögð á byrjendastarf og þá sem að væru kannski skemur komnir, þá sem að væru ekki bara í afreksflokki. Já, algjörlega það náttúrulega er þannig að langflestir af þeim sem spila bridge og hafa lært bridge er fólk sem eins og ég sagði áðan sko, þetta er bara í raun og veru félagslegt, þetta er áhugamálið þeirra og það er bara spila til að hafa gaman, auðvitað vill að vinna en það vill kannski ekki endilega stefna því að fara í landsliðið. Nei. Svoleiðis að þarna höfum við verið með mikla uppbyggingu en á sama tíma að þá er það þannig að á svona stórum bridge-mótum sem við erum með til dæmis, náttúrulega eins og bridge-átíðinni að þá segja mikið af útlensku spilurunum sem eru að koma hérna. Já. Bara nefna sem dæmi eins og Bogi Bróeland sem er margfaldur heimsmeistari og Evrópumeistari í bridge
hann segir að þetta sé uppáhaldsmóti sitt og það eru margir aðrir erlendir spilarar sem að segja þetta að þetta sé uppáhaldsmótið þeirra og þeir segja líka að móti sé miklu sterkara af íslenskum spilurum heldur en við sjálf gerum okkur grein fyrir. Svoleiðis að þessir útlensku spilarar sem að koma hérna og að spila, þeir segja við okkur íslensku spilararnir eru bara allt góðir upp til hópa og svoleiðis að auðvitað íslenskur bridge svona í varðandi afrekshlutana ekki á sama stað og hann var og ég alveg sammálaði eins og með BR sko, þarna varstu með spilara sko, 20 spilara sem voru bara hefðu getað verið í landsliðinu en það samt sem áður, skulum ekki tala okkur niður með það sko að það erlendir spilarar að líta á Íslendinga sem góða spilara svoleiðis að til dæmis eins og núna Evrópumót og Lettlandi næsta ári og við erum með lið í opna flokknum og reyndar erum við með lið í kvennaflokknum þar líka en í opna flokknum erum við með lið sem hefur alla burði að mínu mati til þess að komast áfram á Bermudaból sem heimsmeistaramótið, við þurfum að lenda þarna í topp 8 svoleiðis að það alveg stutt í þetta hjá okkur sko að það þarf ekkit mikið í afreksstarfinu til þess að við séum aftur að fara kannski á þessa ferð sem við vorum eins og þú nefnir sko náttúrulega heimsmeistara með sko algjörlega frábæra spilara við erum komumst kannski aldrei aftur á þann stað og það var kannski ómikil áhersla á afreksstarfi það kannski galt, ég veit að það erfitt fyrir þig að fara eitthvað tjá þig það af því að þú tekur þarna við ákveðnu búi og það væri kannski ekki við hæfi að þú myndir tjá þig það en það mín skoðun Já, sko það sko auðvitað það þannig að í öllum íþróttum að þá spurning líka hvað afrek þýðir við sjáum til dæmis í yngri flokkunum í fótbolta að það þannig að ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að afreksstarf í íþróttafélagi það gangi út á það að krökkunum líði vel þeir blómstri í starfinu þeir detti ekki út, það verið lítið brottfall að fá að spila og fá sömu þjálfun og í raun og veru sko séu svona bara byggjast upp til framtíðar á meðan sko stundum litið afrekið sko að það svona 140 krakkar að byrja og það eitthvað sem lítur á það sko það verður einn í þessu af þessum 140 verður sko atvinnumaður og þá verður bara að vera fókus á það og það árangurinn í afreksstarfinu það að þessi aðili verður atvinnumaður en að mínu mati finnst mér það mjög þröng hugsun og það náttúrulega bara sama með bridgeið að afrek miklu meira heldur en það að ná einhverjum afreki að ná einhverju gulli eða silfri einhverju móti eða verða atvinnumaður afrekið líka það að vera með starf í raun og veru það sem bara mannbætandi og krakkarnir ekki dett út og þeim líður vel og vilja halda áfram svoleiðis að allan að finnst mér klúbbur sem missir ekki frá sér iðkendur og með góða þjálfara og með gott starf og krökkunum líður vel í mínum huga það meira afrek heldur klúbbur sem byrja kannski með 40 iðkendur og komin í 70 iðkendur 3 árum seinna en með einn krakka sem á leiðinni atvinnumennsku. Já. Þú minntist á bridgespjallið, Facebook síðuna bridgespjallið. Hún nú heldur betur lifandi verkfæri í starfsemi Bridgesambands Íslands. Það mjög mikil umferð þessa síðu og tíðar tilkynningar og sumir segja að þarna hafið þú sko náð að gera þetta vopnað einu öflugasta markaðstæki Bridgesambandsins. Já, sko, ég raun og veru bara kannski áhersla á samfélagsmiðlan yfir höfuð. Það þannig að sko, við bridgesarar höfum skoðanir öllu og það bara gaman að sjá umræðu blómstra þar sko varðandi spil og fleira og það gaman að sjá mismunandi sýn, mismunandi spilar á ýmsum þáttum og svo náttúrulega bara rættum líka á spjallinum mót framundan og það sem skemmtilegt og svo framvegis. Já, en ef einhverjir eru að hlusta eða horfa þá mæli ég með að þið
lækið bridgespjallið á Facebook. Þar eru einmitt, eins og Matthías segir, miklar upplýsingar. Sko, við erum núna kannski á ákveðnum tímamótum, finnst manni, hvað það varðar að þú segir það, þú bjarsinn gagnvart opnaflokknum og við vonumst til þess að þeir komast á Bermúdaból og það er hérna heilmikil gróska búin að vera í nýliðun. Stundum erum við að hérna hvetja fólk sem kann bara lítið í spilinu að hérna til þess að taka þátt í keppnistarfi að það langar til þess að bilið úr stofunni og í keppnistarfið sé styttra heldur en margur hyggur. Það er eitt verkefnið. Já, sko, það er kannski stærsta verkefnið okkar núna framundan næstu árin kannski fyrir utan að halda náttúrulega áfram þessari uppbyggingu. Ég að fá spilara til að mæta aftur í klubbana og mæta aftur á mót og svo framvegis að því það fólk hefur verið að miklaða með sér að mæta í klubbana. Já. Við höfum verið að gera kannanir. Já. Og það kemur ljósa sko, það gríðarlegur fjöldi til dæmis sem við farið gegnum bridge-skólan sem langar að spila bridge en kannski þora það ekki. Já, svona einhver hluta vegna fyrst erfitt að stíga þetta skref. Já. Og þetta skref kannski miklu styttra heldur en fólk að átta sig á. Já. Í dag það þannig að taka allir vel á móti þér. Já, það gjörbreytt nálgun gagnvart nýliðum. Það svoleiðis og það hafa allir farið í gegnum það sem að byrja að spila bridge og sko, þú ert kannski neðstur, kannski ekki neðstur. Það öllum sama. Þó þú mætir og sért kannski sem nýliði og sért kannski ekki frábær spilari þannig og ert að skora eitthvað lítið. Það bara allir hvetjandi og vilja það aldrei áfram. Og það bara eðlilegt auðvitað, þú veist, eins og í bridge eins og í öðru, sko, að þú ert að byrja að mæta og þjálfa þig og svo framvegis að þú sért ekki í efstu sætum. Það bara algjörlega eðlilegt og það finnst það öllum eðlilegt. Já. Þannig algjör snúningur, sko. Við sem erum aðeins lengra komin, við hjálpum nýliðunum. Þau fá kannski að hafa kerfið sitt við borðið og fletta þau upp og spyrja spurninga og við gefum afslátt á ströngustu reglum bara svona til þess að fólkinu líði vel. Já. En ég man þá tíma þegar sko sterkari spilararnir nýttu sér allar glufur. Já, þetta gjörbreytt, það tekið vel á móti nýliðum og það eru þannig að hvort það eru sterkir spilarar eða minna sterkir spilarar að þeir eru alltaf tilbúnir að aðstoða og hjálpa og leiðbeina jafnvel borðið svoleiðis að það vilja bara allir að fá í raun og veru fólk sem hefur áhuga bara að það sé að mæta og hafa gaman svoleiðis að það manns gaman. Ég veit að þú ert þarna að velta því fyrir þér hvort þetta stórt stökk að taka að fara til leiks í einskvölds keppni í einhverjum bridgeklúbbi. Þú heyrir það verður tekið vel á móti þér. En hérna, Matthías, það ein ástæða þess að maður svolítið bjartsýnn fyrir hönd bridge lífsins eða fyrir hönd okkar bridgesara þessa dagana að við höfum verið að stíga ný skref. Og hérna, ég kynntist þér þegar við Pétur Fjellsteð bjuggum til sjónvarpsþáttaseríu bridge á Hringbraut og þú varst svona, maður fann strax að þú varst mjög hrifin af þeim miðli, sjónvarpi til þess að miðla bridge-íþróttinni. Það hafði í rauninni engum dottið það í hug hér á landi áður, sko. Nei. Þetta getur verið sjónvarpsíþrótt. Algjörlega, sko, þetta voru frábærir þættir sem fengu líka mjög gott áhorf. Mjög gott. Og akkurat eins og þú segir, sérst, núna í vetur höfum við verið bæði náttúrulega með mikla áherslu hérna og frábæri þættir sem þú ert með á samstöðunni og svo höfum við verið með beina útsendingar frá úrvalsdeildinni í bridge. Já. Og það sem við höfum verið að lýsa í raun og veru leikjum. Já. Og það algjörlega með ólíkindum, sko, að það alveg sama hvar ég kem. Já. Að það ólíklegasta fólk sem segir frá því að ég var að horfa á þetta og bara fólk sem hafði ekki hugmyndum að væri yfir höfuð með áhuga á bridge þau voru þá að fylgjast þarna með. Og við höfum tekið eftir í að það mjög gott áhorf á þetta og ég hitti til dæmis hérna Einar Sveinbjörns sem nú
stundum hérna og hann sagði mér einmitt sko, hann gerði aldrei neitt annað á föstudagskvöldum heldur en að fylgjast með þessum þáttum. Gaman að heyra. Svoleiðis að og svo var einmitt voru fleiri veðurstofumenn sem voru komið til mín í vikunni núna og voru að ná í spil og eru svona með heimaklúbb að spila og það, maður tekur eftir því sko, allt svona sérst, það að geta fylgst með þessu sjónvarpinu og að það eykur áhugan og þetta eykur kannski það fólk sé að kalla í gamla félaga til að spila heima og svo framvegis svoleiðis að ég finn það mjög mikið sko að þessi miðill hann virkar í bridge og kannski þarf að fara svona óhefðbundnar leiðir en ég hef alltaf haft mikla trú á því sko að þessi miðill henti mjög vel fyrir bridgespilið og mér finnst þessi tilraun okkar núna með úrvalsdeildinni bridge hafa sýnt það að það er bara að virka. Fólk getur hort á þarna í kannski 1,5 tíma bridgeleik og haft bara mjög gaman að því og verið spennandi. Þessi miðill hentar bara gríðarlega vel fyrir bridge. Einmitt, og þú kveiktir einhvern veginn strax á því. Við vorum áður sko með fjölda dagblaða, það var kannski bridge dálkur í hverju einasta blaði, daglegur eða vikulegur og sko þessi mikla umfjöllun sem ég talaði áðan, nú eru bara öll blöð nema 1 hægt að koma út daglega. Þar mjög fínn dálkur sem að Guðmundur Páll sáum og Guðmundur S.V. Hermannsson sinni núna. Jú, það bridge dálkur í Bændablaðinu sem kemur út á 2 vikna fresti. En þar með umfjöllunum bridge að mestu leyti upptalin þegar kemur að prentmeilum, ekki rétt hjá mér og þá bara einmitt að nýta þessa nýmiðlun, nýta bara sjónvarpið og þetta líka sko, það að gera þetta frá svo ólíkum áttum og það þannig að í bridgedálki Morgunblaðsins að þá kannski það verið að fjalla eitthvað spil og það kannski verið að gera það meiri svona hvað að segja, svona professional hátt sko, það verið að greina spili þannig að það eru svona þessi bestu spilarar sem fylgjast með og skoða en svo eins og í sjónvarpi þá kannski hægt að horfa meira á svona fjöldan og meira afþreying, meira fyrir almenning. Akkurat sko og þetta kannski eitthvað sem við þurfum að stýra dálítið með hvað hætti gert og það sem við til dæmis gerðum í úrvalsdeildinni að þar var alveg markvisst ákveðið, við bara ákvaðum það að við ætluðum að ekki að festast í því að vera bara að höfða til kannski þessa bestu spilara, heldur ætluðum við svona að horfa til, að miðla til allra áhuga mann bridge á sama hvaða levelið væru og það gerir það bara sem gott sjónvarp. Já, og lýsendur hafa einmitt verið mjög vakandi fyrir því að útskýra hlutina fyrir sko fólki sem bara kannski nýbyrjað að spila bridge, af hverju setta hann áttuna en ekki tvistin, hvers vegna þetta útspilin ekki hitt og svo framvegis, af hverju meldar hann þetta en ekki þetta og hver besta leiðin, þannig að margir fá margir sem eru lengra komnir hrífast kannski að Magga sem sér skvísin strax í öðrum slag, hvernig hægt að ná skvís til þess að fá auka slag og það náttúrulega gaman en ekki, þetta ekki síður kennslutæki fyrir þá sem eru ekki jafn langt komnir. Bara algjörlega og líka kannski þá sem hafa einhvern grunn í bridge og þarna geta þeir svona fylgst með og það verið að segja af hverju verið að gera hlutin eins og verið að gera þá svoleiðis að þetta hentar svona akkurat eins og þú segir, þetta hentar í raun og veru mjög breiðum hópi, bæði þeim sem eru svona betri sem sjá akkurat eins og þú segir sko, þeim sagt frá skvísnum og svo framvegis en meðan byrjandinn sko, það sagt sko af hverju verið að melda svona og af hverju verið að spila út svona svoleiðis að og svo kannski mjög skemmtilegt eins og með lýsendunar að þeir hafa verið lifandi og þeir hafa svona kannski sérstaklega að í úrvalsdeildinni erum við með bestu spilarana að spila og þá höfum við verið með lýsendurna sem hafa verið svona gagnrýnir á kannski bestu spilarana en þeir hafa verið að fara út á brautinni sko, að láta þá aðeins heyra það sko, sem bara skemmtilegt. Já. Það einmitt sko, það svona ákveðin kunst kannski að
sýna þeim aðhald þessum bestu, stríða þeim svolítið, en það er kannski ekki gott að vera rætin og mér er einmitt fundist að þessi lína hafi náðst, sko. Ég er algjörlega sammála því, sko, og svona sérstaklega eins og þú nefndir Magga áðan, sko, hann svona hefur slegið alltaf í gegn í þessum þáttum, sko, og hann hefur einmitt náð að fara þessa leið að svona vera kannski ekki beint gagnrýnin, heldur svona gera svona létt gagnrýnin á spilamennsku stundum ef hún þótt að fara út á brautinni, en án þess að vera með einhverja rætni. Já, sko, mörg okkar munum eftir skákskýringum í gamla daga og þetta er í rauninni alveg ótrúlegt að, sko, þegar maður hugsa til þess að við sátum kannski beinni útsendingu, ef ég man þetta rétt, sko, klukkutími saman eða einhverju skák og það var örugglega bara 2% áhorfenda sem að skildu eitthvað hvað var að gerast, að þetta var náttúrulega á svo flóknu level, en mann langaði til þess að skilja og þess vegna horfði maður bara svo ég hérna tæki sjálfa mig, en sko hvað maður að segja, aksjónið eða fjörið í skák, það er náttúrulega bara 1/100 af því sem það er í bridgesinum. Það er alltaf eitthvað að gerast, endalaus ákvarðan að taka og maður veltir fyrir sér, sko, eru aðra þjóðir ekkert búin að kveikja á því hvað bridge er frábært sjónvarpsefni? Sko, í sjálfu sér, sko, finnst mér það ekki nægjanlega vegna þess að, sko, nú er það þannig sérst á þessu stæðstu mótum að þá eru menn farnir, sko, vera ansi tæknilegir. Sérst, það er þannig að það eru kamerur fyrir ofan borðinn og menn eru að skrá sagnirinn á tölvur og svo framvegis og menn geta séð, til dæmis eins og á netinu geta menn fylgst mikið með, sko, bara eins og sögnum, en það, sko, vantar að mínu mati vantar upp og það sé gert eitthvað með þetta efni til að gera þetta skemmtilegra, bara til dæmis eins og frá Evrópumótinu, sko, væri hægt að vera með, sko, hansi skemmtilegar útsendingar. Það hefur, að mínu mati, hefur kannski þessi alþjóðahreyfing, hún hefur fest dálítið mikið í svona þessum tæknilegu hlutum, varðandi þá mótin sjálf og eitthvað í kringum mótin, en hefur kannski ekki verið að sjá nægilega mörg tækifæri í að opna og gera þetta aðgengilegra fyrir áhorfendur. Svoleiðis að ég held að séu tækifæri þarna og það hefur kannski verið bæði í evrópska bridgesambandinu og heimsbridgesambandinu, þá finnst mér oft á tíðum menn vera mjög íhalsamir og það þarf að breyta hugafarinu, finnst mér þarna. Já. Til þess að það skili sér betur þó til klúbbana og skili sér betur þó bara til almennings yfir höfuð. Svoleiðis að svarið mitt við því, sko, er að nei, mér finnst í raun og veru ekki, menn hafa ekki kveikt nú mikið á tækifærum og mér finnst líka menn hafi verið að fókusa á kannski ranga hluti sem gerir það verkum að það verður ákveðin vonbrigði í til dæmis eins og með hluti eins og nýliðun og eins og áhorf og fleira og til dæmis sáum við það að þegar heimsmeistaramótið í bridge var núna, þá var gríðarlega spennandi úrslitaleikur á milli Dana og Bandaríkjamanna og það voru sendar út á netinu lýsingar, þess að þú sást spilin og það var sett svona komment með hvað var að gerast og svo framvegis. Áhorfið og það var ekkert sérstakt. Nei. Og kom mér á óvart í raun og veru, sko, hvað í raun og veru var lítið áhorf á í raun og veru þessa stórleiki og miðað við bara tölur það sem við erum að sjá hjá okkur. Það sem í raun og veru, sko, við erum að sjá, við erum með kannski einhverja útsendingu á föstudagskvöldi og uppsafna áhorfið bara nokkuð gott, sko. Og ég held að þarna séu tækifæri í alþjóðabridgesinum að breyta eins kúrs. Þetta er svona,
þarna myndi maður kannski vilja sjá meira markaðsfólk og meira kannski svona alþýðufólk komast í stjórnir til þess að breyta hugafarinu. Ég held að séu tækifæri til þess. Já. Við þurfum meiri pening inn í bridge-hreyfinguna. Hvernig gengur að halda þessu gangandi? Sko, það hefur gengið nokkuð vel að halda þessu gangandi. Við höfum núna síðan síðustu 3 ár höfum við verið réttu megin við núllið. Það sem okkur vantar okkur vantar fleiri styrktaraðila, okkur vantar fleiri fyrirtæki sem væru til í samstarf við okkur varðandi þessi stærri mót. Mínum mati eru mikil tækifæri í samstarfi við fyrirtæki. Það eru mjög margir sem að spila og það eru mjög margir sem fylgjast með. Bara góð auglýsing. Já, auglýsingalegt gildi ætti að vera mikið. Svoleiðis að ég myndi kannski bara nota þennan vettvang hérna til að kalla eftir áhugasömum samstarfsaðilum. Engin spurning. Varðandi stóru mótin okkar og við allan að erum mjög opin fyrir samstarfi við fyrirtæki og okkur vantar fleiri svona samfélagslega þengjandi fyrirtæki í okkar bakland. Já, ég tek undir það. Það stórverkefni framundan og mér svona grunar að þú sért alltaf með svolítið í maganum þegar nálgast desember. Þá er ég að tala hérna það sem við köllum alltaf bridgehátíð í gamla daga. Reykjavík Festival. Reykjavík Bridge Festival. Svo þetta núna mót sem að hefst í lok janúar í Hörpu, stendur síðasti keppnisdagur 1. febrúar ef ég man rétt. 4 daga mót. Þar á undan svona ofurmót. Hvernig horfum við skráningu í þessi, ef við byrjum bara á bridgehátíð, þetta langskemmtilegast og stærsta bridgemót sem haldið hérlendis hverju ári og mikill sómi að. Sko, það þannig að það eru komnar núna eitthvað 50 sveitir sem eru skráðar. Við erum að vonast til þess að verði rúmlega 80 sveitir sem munu mæta. Sko, Íslendingar eru seinir að skrá sig. Ykkur hluta vegna, hafa alltaf verið. Og ég vil hvetja fólk til þess að kannski bara skrá sig, en það er náttúrulega líka þeir sem eru erlendis frá sem eru að spá í að koma, þeir koma og skoða skráninguna. Og þeir eru þannig kannski að vita að Íslendingarnir eru seinir að skrá sig, en það væri gott að fá Íslendingarna til að sitja einn sem ætla að vera með, bara til að skrá sig, og ég hvet bara allir til að vera með. Og það með ofurmóti og undan, það eru 19 sveitir skráðar þar. 19 ofursveitir. Já, og ég svona, það jafn mikið og var í fyrra. Ég að vonast til þess að þær verði 22. Þarna að koma mikið af bestu bridgespilurum í heiminum. Spila á því móti og halda sér áfram og spila á bridgehátíð. Svoleiðis að þetta algjör veisla fyrir þá sem hafa áhuga á bridgespilinu og hendar vel, bridgehátíðin hendar vel bæði þeim sem eru góðir og þeim kannski sem eru minna góðir vegna þess að þarna spilað svo kallaðu monrad. Svo þú ert alltaf að spila við aðila sem eru bara svipuðum stað og þú. Ef þér gengur illa og ert búin að tapa 3 leikjum og þá ert að spila við sveit sem er búin að ganga illa og tapa 3 leikjum líka. Svoleiðis að þetta er bara skemmtilegt fyrir alla. Já, og ég ætla bara að rifja upp þegar ég tók fyrst þátt í bridgehátíð að menntagildið, ef maður getur sagt sem svo, bara lærdómurinn sem ég fékk þessa 4 daga, hann var bara eins og á hálfu ári og það svo gaman að geta hérna í fyrstu umferðum dottið á móti einmitt bara sterkustu pörum heims og hérna þótt að gangi ekkit rosalega vel, eðlilega kannski ekki hjá manni því maður nú ekki á sama level, þá getur maður sagt sögur og maður dregur mikinn lærdóm af því hvernig hinir bestu eru að spila. Og þetta er bara akkurat sama saga og ég hef þegar ég var á Laugarvatni í skóla og þá var ég að mæta á bridgehátíð sem þá var haldin á Loftleiðum og það var einmitt þannig við mættum yfirleitt með sveit svona ungi spilarar á Laugarvatni og
oft á tíðum í fyrstu 2 umferðunum vorum við að spila við markvalda heimsmeistara og pökkuðu manni saman. Já, og það var líka sko þannig að eins og þessum árum sko, veist, og náttúrulega þetta stutti leikir og getur allt gerst sko, og við vorum alveg að ná kannski ágætis úrslitum á móti einhverjum frábærum spilurum, og svo náttúrulega sko vorum við að spila kannski við bara svo gaman, spila við bandaríska sveit og svo spila við norska sveit og svo svissneska sveit og þetta bara svo skemmtilegt svona félagslega. Já. Það líka nýlokið mjög vel heppnuðu móti sem hérna fyrsta úrslit í fyrstu deild og önnur deildin, og mér fannst sko svo jákvæð orka þarna í húsnæði Britsfélags Hafnarfjarðar þar sem var spilað, mikil gleði og hérna bara já, Britshreyfingin það bjart yfir henni, ekki satt? Jú, sko það þannig að akkurat eins og þú segir að þegar gaman og þegar fólk jákvætt sem að mæta að spila að þá gefur það af sér þessa jákvæðu orku, bæði gera það verkum að það bara svona skemmtilegt að spila þetta mót og svo það líka bara svo jákvætt varðandi út á við. Þegar þeir sem kannski að fylgjast með að langar að læra breyst til að sjá hvað gaman og skemmtilegt og þá náttúrulega meiri líkur að fólk vilja vera með. Ég alveg sammála, mér fannst þetta gríðarlega skemmtilegt mót og vel heppnað og akkurat þessi svona jákvæðni og gleði og fólki fannst gaman og þarna voru spilarar af alls kyns getu að spila og hafa gaman. Þetta heppnaðist mjög vel. Ég var virkilega ánægður með þetta og þetta húsnæði þarna í Hafnarfirði. Það hentar vel í þetta mót sko, en við náttúrulega kannski nú vitum við ekki alveg hvernig það verður með þá húsnæði. Það Britsfélag eldri borgara í Hafnarfirði og Britsfélag Hafnarfjarðar hafa spilað þarna en það náttúrulega kannski eins og þeir sem að fylgjast með þekkja, það búið ykkur ágreiningu varðandi framtíðar húsnæði þar svolítið sem við vitum ekki hvort að það húsnæði verði framtíðar, en það hentar alveg svakalega vel. Og svo eru jólamótin framundan og jólagjafirnar, kerti og spil á þínu heimili? Já, það þannig sko, það með jólamótin sem eru framundan núna, það mjög sterk hefð í Brits fyrir jólamótum. Það eru jólamót sko í Reykjavík og Hafnarfirði og Akureyri, stundum á Akranesi og þeir eru með, og Sunnlendingarnir eru með mjög flott jólamót og fleiri stöðum og það bara þannig, til dæmis þessi stæðstu mót, til dæmis eins og í Hafnarfirði og stundum í Reykjavík, sko, það bara uppselt og biðlistar. Svoleiðis að ég hvetja fólk til að skrá sig á jólamótinu, en það mjög gaman að fylgjast með því og það kannski endurspeglar það sem þú varst að segja áðan sko, þessa áherslu sem hefur orðið á að hafa gaman, þannig að þessum jólamótum sko, þetta svona mót sem eru skemmtileg og jákvæð. Ég verið fyrir norðan sjálfur í jólafríinu í austur í Mývatnssveit, en ég að hugsa að skreppa til Akureyrar og taka þátt í jólamóti þeirra, en það spilaði í Britsfélagi Akureyri í 25 ár. Já, það líst mér vel á. Það ekki? Jú. Og þú ætlar líka Ég reikna með að spila í Hafnarfirði og Reykjavík á jólamótunum þar sko. Okkur gekk ansi vel á jólamótunum í Hafnarfirði, mér og mínum makkar síðast. Já, unnuð þið? Já, við unnum. Já, vel gert. En það var þannig að sko, við vorum alveg ótrúlega heppnir vegna þess að sko, það oft talað Monrad meðbyr og við fengum hann svo sannlega vegna þess að við byrjuðum mótið illa og fórum bara sína upp í hverju umferðum svona kannski 3-4 sæti og svo bara allt í loku umferðinu voru komin á fyrsta borð og þá gekk okkur vel og náðum að enda í fyrsta sæti. Ég var að skoða eftir móti var ég að skoða, ég held ég fari rétt með að við höfum bara spilað við eitt par á topp 10. Já, stundum þetta svona. Svoleiðis að þetta var svona, við vorum ótrúlega heppnir sko, hvernig í raun og veru þessi Monrad meðbyr fór með okkur. Þið rænduðu sigurinn? Já, við vorum alveg allavega sko, það hafði bara enginn séð okkur í toppbaráttunni fyrir bara allt í einu við poppuðum upp í lok dags sko. Það svo gaman að þetta getur breyst svo hratt. Já. Ég heiti Tom upp í Brittsambandi í gærkvöld. Hann var að læra Britts, hann var á námskeiði hjá Magga
og fyrirverandi þingmaður og eigandi Búlunnar og mér finnst ég alltaf vera að sjá þjóðþekkt fólk og einhverja svona sprautur í íslensku lífi vera að læra bridge, það er virkilega gaman að því. Heyrðu Matthías, en ég held að þú sett réttur maður á réttum stað og bara takk fyrir öll þín miklu störf í þá bridge-íþróttarinnar. Já, og svo bara takk fyrir að bjóða mér frábæra þátt. Takk fyrir og gangi okkur vel á þessum jólamótum sem eru framöndan. Já, takk sömuleiðis, gangi vel á Akureyri. Já, og það verður spennandi að sjá hvort bridge-hátíðin verður ekki enn eitt meikið eins og alltaf eins og þú sagðir áðan, hvetjum bara fólk til að skrá sig og stökkva. Akkurat. Til laugina. Algjörlega. Bridge-þáttur samstöðurinnar er þá á enda í dag. Kæru hlustendur og áhorfendur, verðum hér aftur eftir 2 vikur. Verðið sæl.